Smá upprifjun, þangað sem vorum komin. Hann búinn að færa þarna rökin að Páll hérna fyrir því að réttlæti fæst bara fyrir trú. Hann búinn að færa rök fyrir því að trúin komin, þá erum við ekki lengur undir lögmáli, heldur undir náð. Hann búinn að færa rök fyrir þessum öllum málum og nú hann að fara út í hvernig þú ert núna í Kristi Jesú. Með því að trúa á Jesú Krist eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eru skýrt til samfélags Krist hafið íklæðst Kristi. Og hann segir allir, það þýðir allir konur og menn. 26 til 27. Breiða. Þetta þýðir bara konur og menn, börn, allir. Það engin greinamunur. Það eru allir sem geta tekið þá ákvörðun að fylgja Jesú Kristi. Það geta allir fengið þá ákvörðun að gera Jesú Krist að frelsara sínum í lífinu. Og þá bara spurningin, hvernig virkar þetta? Páll svarar því í Rómverjabréfi 8:14 segir, allir sem leiðast af anda Guðs eru Guðs börn. Þetta ekki flókið. Sumir halda, ég þarf að gera eitthvað til þess að fá að vera Guðs barn. Ég þarf að vinna mér inn punkta frá Guði. Nei, þá ertu komin í lögmálið. Þá ertu komin bara á nákvæmlega sama stað og allir Galatamenn voru á. Þeirra fagnaðar erindi, sem Páll segir bara að þetta ekki fagnaðarerindi, gekk út á það að þú þyrftir að gangast undir lögmáli, gangast undir gyðingdóminn og síðan myndir þú taka mútið Jesú Kristi sem frelsareinum. En Páll notar Galatabréfið og segir, nei, þetta ekki þannig. Þið sem leiðist að andanum, segir hann í Galatabréfinu 5:18, þar segir hann, þá eru þið ekki undir lögmáli. Ekki flókið. En svo ég seti líka örlitla, pínu litla pressa á okkur. Þá ég ekki að segja að þegar við erum orðnir Guðs börn, að við erum að hafa okkur hvernig sem Það bara, það gengur ekki. Þá fer ekki sama hljóð og mynd. Mér finnst best að útskýra þetta svona. Rómverjabréfið 12:2 segir, við erum að endurnýja hugarfarið. Það að segja, þú ert búinn að taka á móti Jesú Kristi, það átti ekki að hugsa eins og trúleysingjarnir, þú ert að endurhugsa þínar nýju hugsanir. Það að segja, ég hugsa þetta svona, ég ætla að koma hingað og ég ætla að endurnýja hugsunina mína. Og ég læt hið góða, eitthvað sem gott í lífinu, sem Guð hefur búinn að fyrirætla mér, góða, fagra, eitthvað sem fallegt, góða, fagra, og eitthvað sem fullkomið. Og þú leyfir því að taka yfir lífið þitt, ekki að lifa eftir þessu gamla sem alltaf benda þér á, eins og heimurinn alltaf segir. Heimurinn segir, gerðu þetta, gerðu hitt. Nei, Guð Biblíunnar með fullkomna fyrirætlun fyrir þitt líf. Fyrir mér vers 27. Þið öll sem eru skýrt til samfélags Krist hafið íklæðst Kristi. Við í kirkjunni skýrum ekki til dæmis börn. Það gerum við ekki. Það ekki biblíulegt. Bara hvort sem að fólk líkar að betur eða það ekki biblíulega rétt. Það ástæða fyrir því okkur að segja fyrst í versi 26, svo við lesum þetta í samhengi, þið eru öll Guðs börn til sem að tekja á móti Kristi Jesú. Þá eru hann Guðs börn. Það ástæða fyrir því að hann segir ekki, þeir sem eru skýrtir í samfélags Krist, svo takið trú á Jesú Krist. Það ástæða fyrir þessu. Hann að segja, þið þurfum fyrst að trúa, svo skýrast. Og þegar þið skýrist, þá það íklæðast Kristi. Þegar þú skýrist, þá ferðu hann í vatni. Nei, þegar þú trúir, þá ert búin að endurfæðast í hinu náttúrulega. Svo þú skýrist, þá skýristu í hinu náttúrulega. Nýtt líf byrjað. Þannig virkar skýrtin. Þetta mikill leyndardómur, eins og ég myndi segja þetta.